Og áfram heldur föstudagsþátturinn á N4 og nú það listasumar í Eyjafjarðarsveit. Þau eru komin til mín, Hadda, ég kalla þig bara Höddu, en þú heitir? Guðrún Hallfríður. Já, já. Og Steini Aðalsteinn Þórsson, listamaður, velkomin. Takk. Þú ætlar aðeins að segja okkur frá Hadda þessu sem að þú ætlar að brasa í sumar inn í sveit, heimalingunum. Heimalingunum, já. Já. Það eru nokkrir svona heimalingar, þannig, sem eru flest öll úr myndlistafélaginu á Akureyri. Þannig þetta allt myndlistafólk sem hérna frá svæðinu. Sumir eru í Eyjafjarðarsveit og hérna, svo ein frænka mín sem ekki ennþá komin í félagið en hún búin að starfa mikið. Já, hún Auður hérna í sveitinni og hérna líka á Akureyri. Það Auður Öspjó, hún verður með. Og hérna annars þetta bara fólk, gamal, gróið myndlistafólk hérna frá svæðinu. Og þetta opnar 1. júní og stendur yfir bara í allt sumar til 31. ágúst. Já. Og skemmtilegt þetta nafn heimalingar, af því að þú varst að fá í fyrsta sinni það ekki heimalninga. Já, ég fékk 2 hrúta, litla. Það svona skammtímalán. Ég skilaði þeim aftur í haust. Já. Og þegar við höfðum fyrsta fundin hjá okkur þetta, þá fannst þeir svo skemmtilegir. Já. Og þá var bara ákveðið að svona leika sér að nafninu og þetta yrðu bara heimalingar sem að væri þarna í túnu. Og þetta þú veist þetta betur, ég ætla ekki að fara að tella, þetta eru 17, það stendur líka þarna. Þetta eru 17 listamenn sem hafa búið að koma sína og eru byrjaðir að setja upp verkin sín jafnvel. Já, sum eru byrjuð og sum eru ekki byrjuð á verkunum. Nei, þetta allavega. Þannig verkin verða til bara kannski í sumar en byrja væntanlega ekki síður en á opnunadeginum. En það getur bæst við þau, sko. Það getur bæst við verkin og svona. Og ef einhver vill koma að gera einhvern gjörning eða eitthvað, þá það alveg opið. Já, þannig að þá bara hafa sambandi við einhver alveg, ég vil vera með. Já, og bara hafa sambandi við þig. Það bara opið. Já. Og Steini, þú ert hérna einn af 17. Ég einn af 17. Þetta algjört lendó sem þú ætlar að gera það ekki? Mér alltaf illa við að tala eitthvað sem ég ekki búin með, sko. En þú ert farin að hugsa þetta eitthvað? Ég er farin að hugsa þetta, sko, og ég veit alveg hvað ég kem til með að nota, sko, í verkið. Já, má upplýsa það. Þetta verður mjög svona sveitalegt verk, sko. Já. Sveitamaðurinn kemur til að tengja við þetta. Já. Af því ég náttúrulega sjálfur uppfæddur og uppalinn, sko. Akkúrat. Og þetta verður, þetta gengur beint í Eyjafirðingin, ég veit það, ég elska það. Verður þú klár með þitt 1. júní, ætlar að vinna þetta í sumar? Nei, það verður tilbúið. Það verður tilbúið? Já. Og svo langar mig líka aðeins að forvitnast hvernig gengur með engasafnið, miðstöð engasafnsins sem þú ert með þarna í sveitinni. Jú, það gengur bara vel, sko. Já. Ég svona, eins og myndi kalla innvið uppbyggingu í sumar. Já. Ég reyna að koma að rafmagni og salernisaðstöðu. Já. Og slíku, sko. Hvernig kemur þetta undan vetri? Þetta kemur rauninni vel, sko. Það brotnaði hellingur af greinum og svona og einhvern tré, en það svo mikið að þetta kemur aftur. Ertu þarna ekki að safna, þetta svona utanum allt þitt safn sem þú ert það svona, allt sem leggst til frá þér? Jú, ég er að safna bara öllu, tilfellur. Já, eiginlega öllu svona, maður vil ekki nota úrgang eða rusl, hvað orð notar yfir þetta? Bara allt sem þú notar? Ég kallar þetta afganga. Afganga? Já. Alla þína afganga, þarna ertu að koma þeim fyrir. Já. Og opið fyrir gest og gangandi svona? Ég get nú sagt það, sko, hérna í fyrsta skipti opinberlega, en ég er að bjóða þeim listamönnum að koma í sumar. Ég ætla að velja stuttastundu og sína svo eftir. Það frábært. Og að byrja núna í miðjum júní. Já. Og það eru Arna Guðni Valsdóttir, Hrafnkell Sigurðsson og hérna Aðalheiður Eysteinsdóttir. Frábært. Þetta ætla að vera á tímabilinu júní til ágúst. Þetta verður rosa menningarsumar í sveitinni. Þetta verður svakalegt. En frábært. Það bara koma sér í Eyjafjörðinn. Koma sér í Eyjafjörðinn og kíkja á menninguna. Ef að nefna kannski einhverja fleiri sem eru hérna með. Það Arna Guðný Vals sem líka ætlar að vera með þér. Hún ætlar að vera með vídeóverk sem er bara út í glugga. Þannig, og svo Hjördís hérna, Frímann. Hún er líka með verk sem er inni en maður sér það í gegnum gluggan. Og Hrefna líka. Þetta þannig að maður röltir bara úti. Þetta útilistasýning.
og það kort og maður labba bara og finnur verkið. Og það þarf ekki að vera, sko, ekki að koma til mín fyrst. Nei. Heldur þetta bara opið. Ég þarf ekki endilega að vera á staðnum. Nei. Það má koma þarna og labba Ég segi, ég auglýsi opið frá 26. Já, gott að miða við það. Já, svona miða við það. Kannski frekar óþægilt að hafa fólk mikið á réttli þarna á nóttunni. Já, það svona ágætt, en ef það að fara og getur ekki komið, þá getur það komið kannski eitthvað kringum þann tíma, en svona, miða við 26. 26, já. Já. En mér langar bara til að bæta því við, sko, en ég syns að dæmi gerst Höddu framtak, sko, hún hendir þessu svona inn í hópinn, sko, og svo bara komið bara þriggja mánaða projekt. Allt í 17, sko, þetta var ótrúlegt. Bara ekkert mál, sko. Og svo líka ævintýrlegt, þó þessi ekki listasýning, þá ævintýrlegt að labba þarna þetta svæði. Öll þessi hús og kofar sem eru listasmíði bróður þíns. Flest öll að það ekki? Já, það Helgi og Beati sem gerði svo smíðina. Þetta ævintýra heimur, sko. Þetta dásamlegt. Og það væri það ekki nema fyrir Helga. Hann hefði sett þetta. Þetta dásamlegt lítil hús og svo tjörn og það eru endur og það eitt og annað. Býflugurnar, já. Það eru ekkert með á listasýningunni þannig. Jú, það má alveg koma, en að vísu má ekki fikt í þeim. En það er allt í lagi að koma og biðjum leiðsögn. Það eru hamastuð að búið til hunang. Það eru hamastuð að búið til hunang og það verður kannski hunang. Þegar við lokum sýningunni, þá verður kannski loka svona lokunadagur í staðin fyrir opnunadagur. Þá er þetta að bjóða hunang. Uppskeruhátíð. Nú vitum við það, sko. Já, þetta er ennþá að gerast bara. Kærar þakkir fyrir að koma í föstudagsþáttinn, Hadda og Steini, og segja okkur frá menningunni í Eyjafjarðarsveit. Mælum með þessu heimalingar og eitthvað. Það bara 3 listamenn í vinnustofu hjá þér. Já, serían hefur ekki fengið neitt, sko. Nei, en þetta er óþarf. Já, nei, hún verður auglýst, sko. Þetta verður allt í góð. Allt auglýst. Takk kærlega fyrir að koma og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Takk fyrir að fá að koma.